Andrea, til hamingju með sigurinn í Reykjavíkur maraþoni. Takk fyrir. Flottur tími, hvaða tími var þetta? Já, cirka 2:47. Og hvað heldur það? Er það í röðinni af tímum kvenna? Ég hugsa að sé þriðji besti kvenna. Elín Edda á 2:44 allavega og ég veit ekki ég held það, þriðji besti. Já. Eftir Elínu og Mörtu. Já, heyrðu, það er nú ekkert langt síðan hlóst Laugaveginn og setti flott met þar, brautamet. Já. Sat það ekkert í þig núna? Svona, maður veit það ekki, það er kannski alveg bara já, fleiri keppnir sem ég hélt áfram með líka eftir Laugaveginn, Súlu vertikal og 5,5 hlaup og svona. Þannig ég viðurkenni alveg að það er smá þreyta í manni, en ég einhvern veginn gat ekki sleppt þessu þegar mér langaði bara svo ótrúlega að taka þátt. Já, þannig núna ætla ég bara að hvíla mjög vel. Já, þetta er drjúgur pakki sko, Laugaveginn, Súlur og 5,5 hlaup og svo tekur þetta. Já, en svo sem ég er ekkert að gera mikið þess á milli sko, ég passa að gera mjög lítið á milli, bara róleg skokk og svona. Já, hvernig voru aðstæðurnar? Það var svolítið hvasst þarna, eða ekki? Jú, það var nú alveg helviti mikill vindur sko, en líka náttúrulega meðvindur og ég hljóp með Grétari alla leiðina og það gerði ógeðslega mikið og þetta var bara geggjað í rauninni einhvern veginn. Meiri meðvindur heldur en mótvindur finnst mér sko. Okay. Hliðarvindur sko. Þannig, en alveg svaka mótvindur á köflum svo sem. Já. Og eitthvað skjól, þeir hlaupi náttúrulega að hlaupa þessa nýju leið sem var gerð fyrir nokkrum árum í svona meira skjóli það ekki? Algjörlega og bara ógeðslega skemmtileg leið, bara góð maraþonbraut í rauninni, bara fyrir flöt og já, skemmtileg. Ok, frábært. Og svo bara, hvað á að gera núna? Heyrðu, nú ætla ég að reyna að hvíla bara mjög vel í viku og vonandi næ ég mig bara mjög fljótt og svo er ég farið til Sviss eftir 3 vikur í 50 km fjallahlaup. Þannig maður verður vonandi bara ferskur fyrir það. Heyrðu, frábært. Takk fyrir þetta. Takk.